sem lyftum nafni Drottins hér í dag. Ég gef þér hjarta mitt og Guð, ég gef þér allt sem í mér sér hverja hugsun, hverja þrá, gef ég þér. Ég gef þér hjarta mitt og Guð, ég gef þér allt sem í mér sér hverja hugsun, hverja þrá, gef ég þér. Amen, og það viljum við gera í dag, leggja allt til hliðar, eiga þessa stund, hvert með öðru og með Drottni. Amen. Maður syngja eitt góðan sálm, eins og straumlinn sterkra vatna, við höfum öll standa og lofa að vexa með Drottin. Amen. Við höfum öll í þessu saman, það samfélag. Eins og straumlinn sterkra vatna, stillt og fögur, djúp og hrein, mín sanna elska Drottinn, auðslega við lífsins stein, fyrir blóði frelsin á ég, fyrir trúna Jesú Krist.
Amen. Endilega heilsa nokkrum áður en við fáum okkur sæti. Bjóðum hvert annað velkomið. Gott að vera saman, komin í húsi Guðs. Og endilega sér einhvern nálægt þér sem þú þekkir ekki. Heilsa og bjóða velkomin. Yndislegt að vera saman komin hérna í dag á þessum fallega degi. Ég sá þegar ég var að keyra inn í kirkjuna að það var tvöfaldur regnbogi og svo var annar regnbogi utan hann. Þannig að þetta er mjög blessaður dagur greinilega. Allavega er Garðabærinn mjög blessaður, ég veit ekki með rest. En það er yndislegt að vera með ykkur í dag og bjóðum ykkur hjartanlega velkomin og sérstaklega ef þú ert að koma hérna í fyrsta skipti þá vonum við að þú upplifir þig mjög velkomin. Og ef þú ert að koma í fyrsta skipti þá höfum við mjög gaman að því að kynnast þér nánar og mynda smá tengsl við þig. Þannig að eftir samkomuna þá fara allir hérna niður og fá sér kaffi og með því. Og það er svona hittist fólk og það er á samfélag. Og þegar þú kemur hérna niður stigann þá sérðu rauðan vegg og það er borð með mjög hressu fólki sem að tekur á móti þér. Og ef þú fyllir út lítið spjald bara með upplýsingum þig þá viljum við þá að gefa þér svona litla gjöf. Bara til að bjóða þig velkominn og að þú finnir þig heima. Og þar fyrir utan, ef að þú ert nýr eða nýlegur og ert svona bara að skoða kirkjuna og vilt vita meira, eða ert nýlega búin að ganga í kirkjuna, að þá verðum við með kynningarkvöld, 10. nóvember. Ég auglýsti þetta síðast að vera í 3. en það er 10. nóvember. Þannig ef þú vilt fá bara að vita hvers konar kirkja er þetta, hverju trúum við, hvernig virkar kirkjan og svona, endilega hafðu samband við skrifstofuna og skráðu þig og netfangið er mjög einfalt, philadelphia.philadelphia.is og komdu og vertu með okkur. Og síðan, þetta er flest í bæklingnum okkar, við viljum auglýsa líka ef þú hefur áhuga að taka skírn, að það verður skírnarsamkoma hérna 15. nóvember og áður en að fólk tekur skírn þá kemur það á svona lítið námskeið. Ef þú vilt bara mæta á námskeið og svona sjá hvort þetta sé eitthvað sem þú er tilbúin í þá er þetta frjálst að koma, það er engin skuldbinding og það er eins að það er skráning á skrifstofunni. Þið sjáu að það er allt í gangi hérna, ég prenta út tilkynningarnar og það óvart fór á A3 blað, sem betur fyrir gæti ég rifið aðeins niður, þannig að bara dreg ég djúpt andan og renni í gegnum þetta. Eru þið til? Nei. Hversu hratt getur þið gert þetta? Jólin er að nálgast, vissu þið það? Ég er með 2 jólatilkynningar. Það er 1. nóvember í dag, sko. Það er 1. nóvember, þetta er allt að gerast. Ég held að jólin séu byrjuð í IKEA, það er mér sagt. Nei. Jólin er að koma. Jól í skókassa. Hafið heyrt þau, það fyrirbæri. Það er fólk sem safnar gjöfum í skókassa, fyllir gám, eða setur eins mikið af þessi gám og hægt er og fer með gáminn til Úkraínu og fer á munaðarleysingahæli þar sem eru börn sem að annars fá kannski engar jólagjafir og færa þeim jól í skókassa. Og þau safna, þetta eru svona praktíski hlutir, það eru tannburstar og tannkrem og einföld leikföng og það eru leiðbeiningar, þetta er allt til á netinu, leiðbeiningar hvað er gott að hafa. Og krakkarnir í barnastarfinu, eldri krakkarnir, hafa verið að safna í svona skókassa. Og þetta er kannski líka svona áminning til foreldra þeirra krakka ef þið fengið miða með ykkur heim og búin minna á þetta, að skiladagur er 14. nóvember. Og barnastarfið, þeir sem eru með eldri krakkarnir í barnastarfinu, er að halda utan þetta, þannig þið megi koma til þessum skókössum eða gjöfum í skókassana. Og nóvember er kominn, GLS er framöndan. Það gæti heyrt GLS. GLS er leiðtogaráðstefna. Þetta er eiginlega ráðstefna bara fyrir hvern sem er og yfirskriftin er vertu leiðtogi þar sem þú ert. Hvort sem er á heimilinu eða í skólanum eða bara að taka stjórn á okkar eigin lífi. Það fellur líka undir þetta. Ráðstefna verður í Háskólabíói núna bara ekki næstu helgi og skráning er á gls.is. Hvet alla til að kynna sér það. Og ég var að tala að jólin væri að koma og vitið hvað kemur eftir jólin? Eftir jólin kemur líkamsrækt, eða ekki? Það fara allir í megrun, allir fara að kaupa sér kort einhvers staðar, en við erum svo fyrirhyggjusöm að við ætlum að byrja áður. Í þessum mánuði, og við byrjum frá með morgundeginum, að því að við höfum verið í bæna átaki hérna í kirkjunni. Og svo er átakið búið að vera svo gott að þetta er eiginlega orðin rútína, þannig að við förum ekki mikið tilbaka eftir þetta. En okkur langaði svona núna í nóvember, árið, sem við ætlum að taka þetta fram að jólum, það fyrir að styttast í það okkur langar að taka nóvember svona með trukki og hafa bæna
og föstu keðju. Og að fasta ein leið til að biðja, að með því að vera ekki að borða þann daginn eða neita sér eitthvað, þá maður við hugan við bænina og tekur sér kannski meiri tíma til þess að biðja en ella. Og hérna niðri á tilkynningatöflu dagatal og með auðum reitum fyrir hvern dag mánaðarins. Ef þú getur tekið að þér eitthvað dag að fasta, það máttu endilega haka við. Ég veit að það oft viðkvæmt, fólk finnst óþægilegt að skrifa nafnið sitt. Jesús kennir okkur að maður ekki að auglýsa þegar maður fastar og allt það. Þú ert ekki að hreykja þér upp eða þú skráir þig og þú mátt nota bara stafina þína þannig að þú vitir að þú eigi þennan dag. Og við vitum og við trúum því að það gefi ríkulegan ávöxt að biðja og þegar heil kirkja í einingu og fókusar á eitthvað svona, það getur ekki annað en kalla fram blessun. Og þannig að við ætlum að taka nóvember, að vera andlegir nóvember og fasta, svo við borðað í desember. Og þetta snýst ekki bara please ekki fasta allan mánuðinn og segja ég hef sagt þér að gera það. Við erum að biðja einn dag í einu krakkar. Og spjaldið hérna niðri og það er búið að fylla út í marga daga. Að þeir sem eru svona öldungar og leiðtogar í kirkjunni eru búin að taka. Við erum nokkurn veginn búin að dekka mánuðinn. En endilega verum sem flest með. Og þetta er svona óformlegt. Við munum ekki hringið þig að minna á þú eigi daginn í dag en bara gerum þetta saman. Og núna förum við úr þessu andlega yfir þetta verklega sem er líka mjög andlegt. Það er allt andlegt. Kirkjan er andlegt hús sem áþreifanlegt hús. Og það er fullt af svona verklegum verkefnum sem við erum að vinna í kirkjunni. Og ef þú hefur tíma og hæfileika til og það þarf ekki að vera sérfræðingur, bara ef þú til í að taka þátt í svona verklegum verkefnum. Það er eitt og annað sem þarf að dytta að í kirkjunni, eitt og annað sem þarf að gera. Að ef þú hefur tíma, endilega hafðu samband við skrifstofuna og við fáum þér verkefni í hendur. Það er margt sem þarf að gera til að halda svona húsi fínu og viljum hafa til fyrirmyndar. Þannig að endilega látt okkur vita ef að þú vilt vera með. Og ef þú vilt gera það með reglulegum hætti og ert karlkyns og komin yfir tvítugt, að þá eru við með hóp í kirkjunni sem að hafa gengið undir nafninu Old Boys. Og eru bara menn í kirkjunni sem að koma saman reglulega og þeir ætla að byrja núna að koma saman í sömu viku og eldri samverðan eru. Koma saman, eiga kaffi, eiga samveru og svo bara gera þetta hús ótrúlega fínt. Það er bara, eftir að þeir byrja að koma saman, það er svo mikill munur á húsinu, ég veit ekki hvernig förum á þeirra. Það er bara allt þetta, ef það vantar ekki peru eitthvað staðar, þá er það Old Boys voru hérna. Ef það er eitthvað sem að brakaði í síðustu viku og það brakar ekki í þessari viku, þá voru þeir hérna í þessari viku, Það er svona, þetta munar ótrúlega miklu. Og nú eru bara 2 eftir, ég er svona ég er svo meðvitaður hvað eru langa tilkynningar, ég er svona að reyna, eru þið með ennþá? Er þetta allt í lagi? Eru þið nokkuð farin að hata mig? Nei. Og ef þið eru farin að hata mig, þá biðst ég afsökunar og það er fyrirbæn hérna eftir samkomu, þar sem ég skal vera og skal biðjast fyrirgefningar og horfa í augu þín. Þetta er ekki mér að kenna, ég er bara bréfberinn. Í lok þessa mánaðar byrjar aðventan. Aðventan byrjar 29. nóvember. Og eftir samkomu, við erum alltaf með kaffi hérna niðri og kaffi byggist á því að við öll bara við skiptumst á að koma með, bara þeir sem geta koma með og leggja borðið þann daginn. Og okkur langar síðasta sunnudag þessa mánaðar, sem er fyrsti aðventu, að vera með svona stærra kaffisamsæti. Og við treystum á bara þessu einhverjir skipulagðir og byrjar að baka. Er ekki einhverjum með þýst blóð hérna, sem eru skipulagðir, byrjar að baka fyrir aðventuna, að koma og hafa svolítið svona veglegra. Og það er fólk sem ætlar að sjá til þess að það verði svona eitthvað svona jólalegra með, það verður svona smá, ekki matur, en svona aðeins veglegra til að hafa þetta svona pínu þakkargjörðarhátíð, þegar núna er nóvember og við erum að tala um þakklæti. Pínu aðventan byrjar og aðalega bara rosalega gaman að vera saman og rosalega gaman að koma. Og jólin er að koma, ef ég var ekki búin að segja það áður að jólin er að koma. Jólin er að koma. Á þriðjudaginn byrjar sala á jólatónleikana og salan fer fram á miði.is. Þannig þið þurfið ekki að koma hingað, þurfið ekki að hringja hingað, bara fara á miði.is og tryggja ykkur miða. Og það hafa búið að tilkynna hverju verða einsöngvararnir. Ég var að leita Óskari, hann er ekki hér. Og bara gott að hafa því samt. Sýni hvort í góðu formi, ég held að það eru Óskar. En gestirnir í ár verða Eivör frá Færeyjum, er hún ekki elskuð af öllum, vitið? Og Glói, sem að margir þekkja, yngri söngkonan Eivör, er svona, tengist nú svolítið kirkjunni, Glói, og
Það voru fleiri og ég man það ekki alla, ég veit að þetta eru svona 2 nöfn sem ég man og fullt af góðum gestum. Ég er bara búinn að sjá nöfnin einu sinni og það er sunnudagur og þá gleymi ég öllum nöfnum. Þannig að ég man þetta morgun, pottþétt. Það byrjar á þriðjudaginn á miði.is og að lokum, seinna í þessu mánuði, að þá er landsöfnun fyrir nýju Hlaðgerðarkoti. Eru ekki allir spenntir fyrir því? Vitið hvað Hlaðgerðarkot er? Hlaðgerðarkot er meðferðarheimili sem að Samhjálp rekur, staður þar sem að ótal mörg líf Íslendinga hafa bara einfaldlega upplifað lífsbjörgun. Íslendingar sem áttu kannski litla aðra von, eða fólk sem átti litla aðra von fór á Hlaðgerðarkot, mætti Jesú Kristi, var að takast á við fíkn, var að takast á við erfiðleika og bara risu upp sem algjörlega nýjar manneskjur. Og húsnæðið er farið að láta á sjá og það er bara komin tími á svo mikla viðbót að það á bara að byggja nýtt hús, gera þetta bara virkilega flott og til sóma. Og það verður landsöfnun fyrir þessu á Stöð 2 í lok þessa mánaðar, eða seinni hluta mánaðarins, þessi 3. laugardaginn í þessu mánuði og við hvetjum alla til að vera með í þessu. Að vera með í söfnuninni sjálfri. Ég veit að það vantar einhverja að það má bæta við sjálfboðaliðum á kvöldið sjálft. Það verður símaveður og það verður mikið að vera að taka þátt í þessu og næsta sunnudag, ekki dag, næsta sunnudag þá langar okkur að taka fórn hérna sem við viljum leggja inn í þessa söfnun. Leggja inn í það að bara blessa Hlaðgerðarkot, blessa Samhjálp og að ennþá fleiri Íslendingar sem eru kannski búin að missa frá sér aðra kosti eða bara þurfa að fá þessa hjálparhönd geti eignast nýtt líf. Og mér finnst það svo uppörvandi þegar ég fer á samhjálparsamkomur eða þegar ég fer stundum upp í Hlaðgerðarkot og fæ að þjóna þar að sjá bara, vitið það er bara Guð sem getur breytt lífi fólks svona gjörsamlega. Og að sjá fólk verða það sem Guð hefur skapað til að verða, það er ekkert frábærara en það. Þannig að endilega verum með í þessu og blessum þetta og biðjum fyrir Samhjálp og leggjum okkar af mörkum til þess. Nú megið þið klappa fyrir sjálfum ykkur fyrir að hafa þolað þessar tilkynningar. Bara takk fyrir. Og við ætlum núna að taka fórn og ég man ekki hvort það var Barrat eða Petrus, það var einhver gamall hvítusunnumaður sem sagði það að Guðs ríkið fær framgang á 2 forsendum. Það er fyrir bæn og það er fyrir fórnir. Og fórnir eru ekki bara peningar, fórnir eru líka við gefum líf okkar, við gefum tím okkar, við gefum kraft okkar, en það eru líka peningar okkar. Og ég segi það oft, Guð hefur engan áhuga og enga þörf fyrir peningana þína. Guð er ekki fégráður Guð og Guð er ekki að safna sér fyrir engaþóttu, vitið, Guð þarf ekki peningan okkar, en Guð vill eiga hjarta okkar. Og málið það að peningarnir eiga stundum hjartað. Þannig að með því að gefa af því sem heldur svo fast í hjarta okkar, þá oft losnum við og þá bara verðum við frjálsari manneskjur. Fyrir utan það að það er bara blessun að taka þátt í einhverju sem er gott og uppbyggilegt. Þannig að núna verða fórnarbaukarnir látnir ganga hérna salinn, það er posi aftast og ef þú ert með bankan í símanum og ert með númer kirkjunnar þar, þá getur líka bara gefið í gegnum símaðinn. Guð blessa okkur þegar við gefum og njótum bara að vera saman í nærveru Guðs áfram. Amen. Og við ætlum að syngja sálmættarinn Sigurbjörn Sveinsson sem byrjar á þessum orðum: ég þeirri stundu aldrei gleymi. Sem mér
Áður en að Aron kemur upp og talar orð til okkar, þá ætlum við að halda áfram að lofa og vegsama Guð. Gott að standa á fætur. Það er gott að standa á fætur. Það er gott að standa á fætur. Amen. Í auðmýkt til þingi. Outside.
kemur þetta upp, það gamall kór sem við syngjum, sem tengir svolítið tema þessa mánaðar. Temað takk, takk, takk og við kór sem heitir Þökk þér Guð, þú frelsi mér gafst. Og meðan Aron að undirbúa sig og kemur hérna svo upp, þá skulum við syngja þennan litla kór. Þökk þér Guð, þú frelsi mér gafst. Amen. Amen. Frábært að sjá ykkur öll hér í dag. Þið eru falleg. Já, takk, takk. Við erum að byrja nýja seríu í þessum mánuði, eins og Hafliði sagði, sem heitir Takk, takk, takk. Og fyrir ykkur sem eru þá að velta fyrir ykkur hvað það þýðir, þá erum við að tala um þakklæti. Og ég er rosalega spenntur fyrir þessum mánuði, ég er spenntur fyrir því sem Guð mun gera í lífum okkar þegar við fjöllum þetta efni. Mér langar að byrja að segja hversu þakklátur ég er fyrir að tilheyra kirkju, fyrir að tilheyra þessu samfélagi sem kirkjan er. Það er algjörlega stórkostlegt að fá að eiga hluti í svona hóp sem kirkjan er. Og ég er svo heppinn, ég fæ að vera í tveimur svona hópum, tveimur kirkjum. Ég starfa líka á Selfossi, þannig að gott fyrir mig. En ég er svo þakkláttur fyrir að tilheyra ykkur og fá að vera hluti af því sem Guð að gera hér. Og ég kan segja bara við næsta mann, mikið er gaman að fá að vera í hópi með þér. Frábært. Ég veit ekki með ykkur en ég verð, og ég vil ekki vera neikvæður, en þegar ég les dagblöð og þegar ég hlusta á fréttamiðla eða þegar ég bara fylgist með umræðum, bæði svona daglega og í samfélaginu, þá er alltaf verið að rífa niður, það er alltaf verið að gagnrýna og það er alltaf verið að tala niður hlutina. Og það er verið leitað í göllum í staði þess að reyna að koma augu á gæði í hlutunum. Og ég verð að segja fyrir mig, ég er bara orðinn svolítið þreyttur á þessu. Mér þykir rosalega leiðilegt hvað er ofboðslega mikil neikvæðni. Og stundum upplifir maður að það er næstum eins og fólk hafi atvinnu af því að gagnrýna og kvarta. Vitið hvað ég er að tala um? Kannist þið við þetta? Og þetta er svona, þetta verður svo leiðingjart til lengdar. Og það er svo athyglisvert að í landi sem hefur svona mikið, bara það að búa á þessu landi þýðir að þú ert 5% af ríkasta hluta mannkynsins, bara því þú býrð hérna. Að við erum hluta 5% þeirra sem hafa það best í heiminum, búum við mest lífsgæði. Samt höfum við alltaf eitthvað til að kvarta yfir. Höfum við virkilega meira að kvarta yfir heldur við höfum til að þakka fyrir. Fátt er fullkomnið, en það er einhvern veginn þannig að okkur þekst alltaf að finna eitthvað sem við getum sett út á. Og það er gamalt máltæki sem segir á íslensku, sjaldan þakkar kálfurinn ofeldið. Hafið heyrtið það? Sjaldan þakkar kálfurinn ofeldið. Og þetta þýðir í rauninni það að þegar maður hefur gæði í lengri tíma,
að þá smán saman fer maður að venjast þeim og taka þeim sem sjálfsögðum hlut. Hættir að þakka fyrir þau og maður fer að gera kröfu á ákveðin gæði. Og í staðinn fyrir að þakka það sem maður hefur, fer maður að kvarta yfir því sem maður hefur ekki. Og maður fer að gleyma hvaðan gæðin koma og af hverju. Og skortur og þakklæti stelur gleðinni frá því sem við höfum. Þegar við gleymum að þakka fyrir það sem okkur hefur gefið. En þakklæti er smitandi hugafar. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur sem erum kristin að hafa þakklæti í lífum okkar. Og það hefur áhrif á þá sem í kringum okkur eru þegar við gefum frá okkur þakklæti. Við höfum svo mikið að þakka fyrir. Þrátt fyrir allt þá höfum við það svo ótrúlega gott. Og mér langar að tala um þetta í dag. Það er ekki tísku í dag að segjast vera stoltur að þið vera Íslendingur. En ég vil segja við ykkur í dag að ég er stoltur að þið vera Íslendingur. Mér þykir gott að vera Íslendingur og ég líti á þessu forréttindi að hafa fæðst hérna. Og ég er ekki að segja að ég sé stoltur að öllu því sem að Íslendingar gera, þú veist, en ég er svo þakklátur fyrir að fá að vera hluti af þessari þjóð með kostum og göllum. Ég er þakklátur fyrir öryggið, ég er þakklátur fyrir náttúruna, þakklátur fyrir hreinleikan, dugnaðin í fólkinu, frumleikan í fólkinu, fáránlega bjartsýni í fólkinu hérna, þú veist. Ég er bara þakklátur fyrir að fá að vera hluti af þessu. Og mér finnst allt í lagi að vera stoltur að því, stoltur og glaður að fá að tilheyra þessari þjóð. Gerir það okkur betri en aðra? Nei, alls ekki. Og Ísland, þú veist, Ísland best í heimi, það er í besta falli bara mjög fyndið og við hlæjum alltaf að því. Við erum ekkert betri, en við erum samt svo heppin að fá að vera hérna. Að fá að vera þjóð, fá að tilheyra þessu landi. Og þó svo að veðrið sé ekki alltaf frábært, þá höfum við svo margt að þakka fyrir. Ég reyndar heyrði ágætis sögu þegar Nói var í Örkinni og þegar það rigndi í 40 daga og 40 nætur, það var að kalla flóð. Á Íslandi kallast það sumar. En þú veist, veðrið er samt þannig að við getum þakkað svo margt fyrir það. Og við þurfum að leita að því sem við getum þakkað fyrir. Eitt af því sem við getum verið svo þakklátt fyrir er þetta tækifæri. Og því meira sem ég hugsa það, því svona þakkláttur verð ég að fá tækifæri að vera á lífi, að vera lifandi, að fá að fæðast inn í þennan heim. Og ég fór að hugsa mitt líf. Afi minn, pappa megin, hann gekk í gegnum alls konar hluti. Eitt af því sem hann gerði í lífinu á meðan hann lifði, að hann var kokkur á Goðafossi, á kokkur á Menn. Og afi var skapmaður og hafði mikla réttlætiskennd og einhvern tímann var hann misboðið og mótmælti og hann var rekinn á bátnum. Næsta túr þar á eftir var Goðafoss skotið niður. Ef afi hefði verið borð, þá hefði hann sennilega ekki lifað af. Þá hefði pabbi ekki fæðst, þá hefði ég ekki fæðst. Mamma er yngst af 7 systkinum. Ef amma og afi hefði verið í barneignum í dag, þá hefði þau örugglega ekki eignast 7 börn. Þau örugglega verið hætt eftir 4, þú veist, og allavega eftir 6 börn. Þá hefði mamma ekki fæðst fyrir ekki, og þá hefði ég ekki fæðst. Og mamma og pabbi, öllu fólkinu á landinu okkar, að þá kynnast meira sem hér í kirkjunni, og þau fella hugið saman. Og þegar maður skoðar allar mögulegar breytur, allt sem hefði geta gerst hjá öllum forfeðrum þeirra beggja, allt sem hefði geta komið upp á þá samt á endanum fættust þau, lentu saman. Og síðan gerist það á fallegu desemberkvöldi árið 1980. Foreldrar mínir áttu einmitt notalega kvöldstund saman og helmingurinn af mér var akkurat staddur þar og í keppni við milljónir annara að þá vann ég. Og þú veist, hugsa ykkur það, ég sem vinn aldrei í neinu, ég hef engin gullverðlaun unnið, en þetta vann ég. Og það væri ennþá flottara ef ég væri svo ein í henni, en við unnum öll. Við unnum öll í þessari fyrstu keppni sem við tókum þátt í og líkurnar eru svo stjarnfræðilega litlar.
En við erum hér og það til að þakka fyrir. Við fáum eitt tækifæri. Við fáum eitt tækifæri á lífinu. Og líkurnar eru eiginlega engar að við séum einu sinni hérna. Þvílíkt sem við getum þakka fyrir að fá þetta tækifæri. Og þvílíkt sem það skiptir máli að við notum þetta eina tækifæri vel og gerum okkar allra mesta úr því. Og jafnvel eftir að við komum í heiminn lífið svo langt frá því að vera sjálfsagður hlutur. Í þessari viku sá ég 2 ólíka Facebook-pósta frá 2 mönnum sem að, mér þykir vænt um. Báðir heita Einar. Mér langar að fá að lesa þá fyrir ykkur. Annar gamall kunningi minn á Selfossi, óbúslega hlýr og góður maður. Og fyrir nokkrum árum þá landi hann í mjög alvarlegu bílslysi á Hellisheiðinni. Það sem var að keyra yfir heiðina. Hann voru haldið sofandi í nokkra daga. Yfir 40 bein í líkama hans brotnuðu í slysinu. Það var gríðarlega alvarlegt slys. Og hann skrifar svona: Í dag einn af stóru dögunum á hverju ári í mínu lífi. Í dag dagurinn sem ég lifði. 29. október á hverju ári nota ég sérstaklega til að minnast þess hversu dásamlegt það að fá að lifa. Atburðir þessa dags fyrir 11 árum hafa kennt mér að það alveg sama hvaða verkefnum við mætum. Við eigum að gera okkar besta til að lausa þau, sætta okkur við það sem við fáum ekki breytt og njóta svo lífsins eins og oft okkur kostur Af því að lífshamingja okkar ákvörðun. Viðhorf til lífsins okkar ákvörðun. Síðan þá hann búinn að eignast fleiri börn. Hann ennþá hamingjusamlega giftur konunum sinni. Hann eignaðist tvíbura fyrir nokkrum árum. Þau eru jafngömul og næst yngsti sonur minn. Þau eru saman á leikskóla, þau eru vinir. Og sonur minn mjög glaður yfir því að eiga þessa vini sem hann hefði ekki átt ef slysið hefði farið aðeins verr. Það svo stutt lífið, það svo viðkvæmt lífið og við getum verið svo þakklátt fyrir hvern dag, hverja viku, hvern mánuð sem við fáum að lifa. Hinn Einarinn hann Einar Aron okkar hér í kirkjunni, Einar einstaki sem hann kallar sig stundum. Hann skrifaði svona í gæs á Facebook. Í dag, 30. október, hann skrifaði þetta sem í fyrra dag, 1 ár síðan ég lenti í verstu lífsreynslu minnar stuttu ævi. 2 sekúndum áður en bílarnir skullu saman eftir að hinn ökumaðurinn hafði farið yfir á rauðu, hélt ég að minn tími væri kominn og ég væri að fara inn í eilífðina. Lögreglumaður sem kom sagði það kraftaverk að ég hefði stigið út úr bílnum sjálfur. Og einu ummerkin sem ég ber enn merkjum örlítis ör á hné. Ég þakklátur Guði fyrir vernd hans og fyrir að vera sterkari núna en nokkru sinni fyrr og öllu því fólki sem tók utan mig á slysstað. Og ég svo þakklátur fyrir báða þessa Einara. Ég svo þakklátur fyrir að þeir eru báðir lifandi. Við fáum að hafa þá með okkur. En leið gerir maður sér grein fyrir því hversu stutt það Og mér vil bara taka það sérstaklega fram að ef þú ert að hugsa hvort þú að þora að fara í bíl með einhverjum Einari, það það allt í lagi. Það ekkert orsakasamhengi þar á milli. En lífið svo viðkvæmt og lífið svo stutt og við eigum að þakka fyrir hvern dag. Við getum engu tekið sem sjálfsagðan hlut. Í ritningunum sjáum við aftur og aftur að það hlutskipti þeirra sem að fylgja Jesú að lifa í þakklæti. Að festast ekki í kvarti, að festast ekki í baktali, að festast ekki í nöldri, heldur að þakka miklu frekar fyrir það sem við höfum og fyrir það sem okkur hefur verið gefið. Og uppspretta þakklætisins þetta, að Guð gaf okkur allt. Hann gaf líf sitt fyrir okkur, svo við mættum lifa, svo við þyrftum ekki sjálf að taka sektina sem við höfum til unnið. Heldur tók hann það á sig. Svo við getum átt eilíft líf, svo við getum fengið fullkomna fyrirgefningu og lifað inn í eilíðinni með honum. Amen. Ein af mínum fyrirmyndum varðandi þakklæti var elsti meðlimur í kirkjun okkar á Selfossi. Við kvöddum hana núna síðastliðið vor, þar sem hún fékk að fara í dýrðina til Jesú, en hún hafði djúpstæð áhrif á mig.
Þetta var kona sem hafði ekki lifað sérstaklega léttu lífi. Hún flutti ásamt manninu sínum þegar hún var ung og nýgift út í sveit á Suðurlandi og þar ætluðu þau að stofna bú. Þau fluttu á algjörlega óunnið land sem þau hefðu eignast. Fyrsta sumarið þegar þau fluttu, þá bjuggu þau í tjaldi. Það var ekkert annað á jörðinni. Og þau brutu sjálf landið, byggðu sér einfalt hús eða einhvers konar híbýli og síðan með endalausu erfiði og endalausri vinnu að þá smán saman unnuðu landið og bjuggu til bújörð á þessum stað. Hún missti fyrsta barnið sitt, 23 ára gamalt. Það dói í slysi á jörðinni þeirra. Og það var margt sem gekk á. En hún átti Jesú Krist sem frelsari sinn. Og hann gekk með henni í gegnum alla hluti sem hún fór í gegnum. Og þegar ég kynnist henni þá var hún orðin gömul kona. Hún átti erfitt með gang og hún var svo þakklátt fyrir rafmagnsskutluna sína sem hún átti sem hjálpaði henni að komast á milli staða. Hún var þakklátt fyrir sjón og heyrn. Hún var þakklátt fyrir að draga andan og fjölskyldu sína og kirkjuna sína. Og það kom aldrei neikvætt orð út úr munni hennar. Það kom bara þakklæti og gleði fyrir að hafa verið til, fyrir að fá að lifa lífinu. Og orðin sem Páll postuli skrifaði í Kólussubréfinu 3:17 áttu svo vel við þessa konu. Hún sagði, hvað sem þið gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni drottins Jesú og þakkið Guði föður fyrir hann. Og þannig lifði hún. Hún gerði allt í nafni Jesú og þakkaði fyrir öll gæði sem hún átti. Hún hafði gert sig grein fyrir því að allt gott kemur frá Guði. Við eigum ekkert skilið en við fáum frá náðargum Guði allt sem við þurfum. Og við þurfum að skilja þetta fyrir okkur sjálf. Þegar við skiljum hvað Jesús gerði fyrir okkur, þá breytist viðhorf okkar. Þá förum við að hugsa lífið upp á nýtt. Og því miður er þannig að margir munu aldrei komast á þann stað að lifa í þakklæti. Það er saga í Lúkasarguðspjalli, 17. kafla og frá 11. versi og þar segir frá þegar Jesús gekk á jörðinni að þá var hópur manna sem var holdsveikur. Það voru 10 menn. Og holdsveikir, ég veit ekki hvort ég þekki hennar sjúkdóm, en þetta er hræðilegur sjúkdómur. Þetta er einn versti sjúkdómur sem hægt er að fá á sig. Hann virkar þannig að hlutar af líkama manns byrja að rotna. Og maður getur lent í því að líkamshlutar detta jafnvel af. Og á þessum tíma þýddi þetta algjöra útskúfun. Þeir sem holdsveikir þeir þurftu að lifa alveg sér, það mátti ekki snerta þá, þeir þurftu að kalla þegar þeir voru á ferðinni til þess að fólk vissi að þeir voru að koma svo það geti farið frá þeim og árum saman lifðu þeir í algjöru einangrun. Fengu aldrei faðumlag, árum saman, voru algjörlega útilokaðir frá restina af samfélaginu. Þannig að þeir voru mikil neyð og greinilega hefðu þessir menn heyrt af Jesú vegna þess að þegar hann gengur framhjá, þá kölluðu þeir Jesús meistari, miskuna þú oss. Og ég ætla að lesa frá 14. versi það sem stendur. Er hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnir ykkur prestunum, þeir héldu á stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir eða heilir. Og síðan stendur í 15. versi, en einn þeirra sneri aftur, er hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann fell fram ásjónu sína að fótum Jesú og þakkaði honum, en hann var samverji. Jesú sagði, urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Hvar eru hinir 9? Þeir voru að losna undan þessum skelfilegu kringumstæðum. En bara einn kom tilbaka og þakkaði fyrir. Svo oft gleymum við því að þakka fyrir það sem við höfum. Svo oft gleymum við því að þakka fyrir heyrð bænasvör og fyrir þau gæði sem við höfum. Ég vil vera þessi eini. Ég vil vera sá sem að lifir í þakklæti og kemur og segir bara takk. Takk fyrir það sem þú gert fyrir mig. Og fá að lifa á þessum stað þakklætis. Og Nýja testamentið segir ýmislegt annað um þakklæti. Og Páll postuli, sem var sá sem að skrifaði stærsta hluta af Nýja testamentinu,
skrifaði fullt af bréfum til safnaða sem hann hafði stofnað við norðanvert Miðjarðarhaf, til dæmis í núverandi Tyrklandi og núverandi Grikklandi og Ítalíu. Og ferðalög á þessum tíma voru ekki flug í Boeing-vél með kaffibolla og gott afþreyingakerfi, bara alls ekki. Þetta voru löng og erfið og ströng ferðalög þar sem þú varst í mikilli lífshættu, yfirleitt í skipum eða fótgangandi, og hann lenti í alls konar hremmingum. Kristni víða var ólögleg eða besta falli illa liðin, þannig hann lenti í að vera handtekinn, fangelsaður, húðstrýktur, hann lenti í alls konar háska og alls konar vesinni, bara listin langur yfir allt sem hann lenti í. Þegar maður les bréfin hans, aftur á móti, þá nánast öll bréfin, þá byrjar hann á því að segja, ég þakka Guði fyrir, eða ég þakka Guði fyrir ykkur, og hann byrjar alltaf að sína þakklæti, að þakka fyrir það sem að Guð hafi gert fyrir hann. Í Filippibréfinu 1. kafla, versi 2 stendur, náð sé með yður og friðir frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til yðar og gjöru ávallt í öllum bænum mínum með gleði, bæn fyrir yður öllum. Hann fullur af þakklæti. Og í Þessalónikubréfinu 5. kafla, versi 15 stendur, gæti þess að enginn gjaldi neinum illt meðlu en keppið alltaf eftir hinu góða. Bæði hver við annan og við alla aðra. Verið ætíð glaðir, biðjið án afláts og þakkið alla hluti, því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og vilji Guðs að við lifum í þakklæti, að við lifum á þessum stað þar sem við þökkum Guði alla hluti. Hugsum ekki bara það sem við höfum ekki, heldur þökkum fyrir það sem við höfum. Og Páll hafði oft ástæði til þess að vera bitur og reiður. Það var oft komið illa fram við hann, en hann var bara búinn með þann pakka. Hann var bara hættur því. Hann var bara þakklátur fyrir það sem Guð hafi gert fyrir hann. Hann vissi að honum hafi verið fyrirgefið allt. Og hann var bara þakklátt fyrir að fá lítið upp af. Hann hafi gert sér grein fyrir því að þakklæti snýst viðhorf en ekki aðstæður. Hann hefði tekið ákvörðun að vera þakklátur. Og þetta ákvörðun sem við þurfum að taka, að lifa í þakklæti. Að þakka Guði allt sem að við höfum. Í gegnum allt lífið hittum við fólk sem glatt og þakklátt sama hvað. Og þið þekki örugglega svona fólk. Maður hittir og það alltaf bara stórkostlegt. Alveg sama hvað í gangi, það allt stórkostlegt. Þótt að allt sé í vesinni, þá Guð svo góður. Þekki ekki svona fólk, kannski þetta svona fólk. Og síðan fólk sem við umgöngumst líka sem sama hvað þú hefur, sama hvað gengur upp hjá þér. Það alltaf allt ómögulegt. Glasið alltaf hálftómt. Ég hef haft þau forréttindi að fá ferðast svolítið mikið heiminn og ég hef komið víða þar sem fátækt og það óréttlæti, kannski kúgandi stjórnvöld og spilling, bara sumstaðar spilling á heimsmælikvarða og hlutir svona sem okkur mjög framandi. Í byrjun síðast árs var ég í landi sem heitir Burkina Faso, þar sem foreldrar mínir starfa og í hverfinu þar sem foreldrar mínir búa og starfa búa flestir, mjög margir við að fá bara eina máltíð á dag. Yfirleitt sömu máltíðina sem svona hrísmjölsgrautur eða maísgrautur. Flestir búa í híbýli sem bara eitt herbyggi. Það yfirleitt ekki hreinlætisaðstaða í húsunum, yfirleitt mjög lítið af húsgögnum, kannski teppi á gólfinu eða svona motta, þar sem fólk sefur á mottu og engin bíl, það bara, í þessu umhverfi sem að við heimsóttum þarna, þá engin sem við þekktum sem átti bíl. Og ég og pabbi fórum í nokkur afskipt þorp þar sem fólk átti bara ótrúlega lítið. En alls þar sem maður kom, þar upplifði maður gleði, maður upplifði þakklæti og að fólk var ekki að spá í því sem það átti ekki. Og þetta hefur svo mikil áhrif á mann. Þetta snertir svo við manni. Að koma úr þessu umhverfi þar sem að hérna heima þar sem við ætlum til alls og við viljum svo margt og við höfum rétt á öllu og koma síðan þangað þar sem enginn á neitt. En fólk samt þakklátt.
Og ég held að við ættum að senda öll skólabörn á Íslandi til Burkina Faso. Eða eitthvað, þú veist, að upplifa þetta. Að það ekkert, við höfum ekki inni fyrir neinu. Það ekkert sem við höfum sem sjálfsagður hlutur. Þakklæti fer ekki eftir aðstæðum. Þú getur verið vanþakklátur og aumkun og verður heilsurhraustur milljarðamæringur. En þú getur líka átt ekkert en haft samt hjarta fullt af þakklæti. Þakklæti val. Þakklæti er hugafar. Og í Kólossarbréfinu 3:15 segir Páll aftur, látið frið Kristi ríkja í hjörtum yðar, því að til að friðar voru þeir kallaðir sem lifir á einum þakklæti, sem kemur með þessa stuttu 2 orða setningu sem bara hálfgerða skipun. Verið þakklátir. Bara verið þið þakklátt. Hættið að kvarta, verið þakklátt fyrir það sem þið hafið. Það er hægt að vera svo upptökin af því sem manni langar í að maður missir af því að njóta þess sem maður á. Og ég ætla að segja þetta aftur. Það er að vera svo upptökin af því sem maður langar í að maður missir af því að njóta þess sem maður á. Jafnvel barnanna sinna, jafnvel maka síns. Og mér langar að þú segir við næsta mann og meinir það, ég ætla ekki að láta það sem ég vil eiga stela því sem ég á. Ég ætla ekki að láta það sem ég vil eiga stela því sem ég á. Segir mér þú núna. Já. Og tökum þetta í hjarta okkar. Við ætlum ekki að láta það sem við viljum, það sem væri gaman að eiga, stela frá okkur gleðinni yfir því sem við eigum nú þegar. Við hjónin, mörg ykkar hafi hitt konuna mína, hún á Selfoss í dag og í kirkjunni þar, en við eignuðumst okkar fyrsta barn árið 2003 og þvílík gleði sem það var. Munið þeir eignuðust ykkur fyrsta barn, þeir sem eru foreldrar. Stórkostlegt. En árið síðar fór kona mín í aðgerð sem hafði þær afleiðingar að frekari barneignir voru taldar mjög ólíklegar. Og þegar tími leið að þá leit út fyrir að þær væru bara næstum því útilokaðar. Og ég man þegar ég fékk fréttirnar að því sem hefði komið út úr aðgerðinni, ég bara fékk svona svimað tilfinningu, ég þurfti að grípa í húsgagn. Þetta var hræðilegt. Ég man hvað þetta var ofboðslega vont að upplifa þetta. Og þetta voru mjög erfiðar fréttir vegna þess að okkur langaði fleiri börn. Komum bæði úr stórum barnafjölskyldum og við vildum að dóttir okkar fengi eigna systkini og allt þetta. Og síðan líða árin. 1 ár líður, 2 ár líður, 3 ár líður, 4 ár líða, 5 ár líða og ekkert gerist. Og við vorum bara orðin svolítið vonlaus með þetta. Síðan liður 6 ár. Og dagurinn kom þegar við fengum góða fréttir. Þegar það kom barn. Og ég man gleðina á þessum degi og þakklætið sem að við upplifðum bæði yfir því sem að Guð hafi gefið okkur, að það var annað barn að koma. Og ég Guði svo þakklátur, ekki bara fyrir að við höfum fengið að eignast fleiri börn, heldur líka fyrir þennan tíma sem var erfiður. Þar sem við lærðum og gerðum okkur grinn fyrir því að það ekkert í lífinu sem við getum tekið sem sjálfsagðan hlut. Það ekkert sem okkur bara gefið. Allt náð og allt eitthvað sem okkur ber að þakka fyrir. Og við getum bara beðið. Við getum bara beðið Guð þegar við vitum ekki hvað við að gera. Þá getum við bara treyst honum. Það ekkert fyrir okkur að kvarta, við getum bara treyst Guð og beðið hann að grípa inn í kringumstæður. Þakka Guði fyrir það sem gott og biðja Guð að mæta það sem kringumstæður eru erfiðar og vonlausar. Og nú eru komið 4 börn. Ég veit ekki hvað þetta endar. Og við erum svo innilega þakklátt Guði fyrir það. Og ég held að við metum það á svo allt annan hátt af því að við höfum lært að þetta ekki sjálfsagt. Það ekkert gefið í þessum málum. Og mér langar svo að hvetja okkur til að hafa þetta hugafar.
þakka Guði fyrir það sem gott og fyrir það sem mætti vera betra, að biðja Guð að mæta. Ekki kvarta, ekki vera brjálaðir yfir því, heldur biðja Guð sinnvilja, að grípa inn í kringumstæður. Stundum þarf maður að minna sig á það sem maður getur verið þakklátur fyrir. Og við þurfum að læra að telja blessunir okkar, rifja upp hvað við höfum það gott. Og ég að segja svolítið mikið af sögum í dag og ég vona að þið hafið þolinmæði fyrir því. Og það ein saga sem kom í huga í gær. Af vinum okkar vinahjón, vinir mín og Gunnu til margra ára, alveg frá þeim við vorum úlingar. Og ég hringdi í gær til þess að fá söguna alveg rétta. En þau sem sagt giftu sig 90 eitthvað, seint á síðustu öld, þá giftu þau sig. Og þau voru í þessu kristna umhverfi og þau fóru gegnum svona undirbúningsnámskeið. Við höldum svona frábær undirbúningsnámskeið þar sem hjálpum fólki að undirbúa sig fyrir þessa ákvörðun, þannig að þau viti hvað þau eru að gera. Og hluta þessu undirbúningsnámskeið var að skrifa niður lista yfir það hvað þú sérð í fari makaðins sem þið líkar við. Af hverju ert að giftast viðkomandi? Og þau giftu sig og þau eignuðust börn og lífið hélt áfram og bara allt gekk ágætlega. Síðan kom upp atburðarás í lífið þeirra. Það kom ákveðið brot og erfiðleikar sem leiddu til þess að þau skildu. Og þau hættu saman. Og konan sagði frá mér í gær hvernig hjarta hennar var orðið bara algjörlega kalt gagnvart manninum hennar. Og hún bara gat ekki hugsað sér að fara aftur inn í þetta samband. Og mánuðirnir liðu og það var komið tæpt ár. En síðan gerist það dag einn að þar sem hún að fara í gegnum eitthvað dót, að allt í einu sér hún einhver blöð standa upp úr biblíunni sinni. Og hún hefði náttúrulega margoft lesið í biblíunni sinni og þau voru búin að flytja 6 sinnum og aldrei hafði hún áður tekið eftir þessum blöðum. Hún tekur blöðin og þá er þetta listinn yfir það sem hún hefur séð í fari mannsins síns. Listin yfir það af hverju hún vildi giftast þessu manni, hvað hún elskaði við hann. Og þar sem hún las þennan lista, hún sagði þetta svona, bara nærvera Guðs helltist yfir mig. Og þessar tilfinningar sem voru kaldnar og horfnar og farnar, þær byrjuðu að koma aftur. Og hún tekur ákvörðun að hafa aftur samband. Þau endur niður kynnin. Þau eru hamingjusamlega gift í dag og búin að bæta í barnahópinn. En stundum þarf að rifja upp blessanirnar. Stundum þarf maður að muna af hverju. Hvað var það við maka minn? Þegar við erum farin að gleyma því, þá þurfum við bara að rifja upp. Fyrir hvað er ég þakklátur? Fyrir hvað get ég þakka? Þegar við vorum þreytt á því að búa á Íslandi, fyrir hvað get ég þakka fyrir að búa hérna? Þegar við vorum þreytt á kirkjuna okkar, fyrir hvað er ég þakklátur fyrir kirkjuna? Við þurfum að telja blessanir okkar og vita hvað það er sem við erum að þakka fyrir. Og það er Guð sem við getum mest þakkað fyrir, vegna þess að hann hefur gert allt fyrir okkur. Og hér inni er fólk. Þú ert á þeim stað, þú þarf bara að rifja upp. Þú ert kannski orðin verulega þreyttur á makaðinum. Kannski þarftu bara að fara að rifja upp hvað það er sem ég get þakkað fyrir. Þú kannski orðin bara leiður á lífinu. Þú þarf að taka hlutunum sem sjálfsagðan hlut. Rifjaðu upp hvað það er sem Guð hefur gert fyrir þig. Skrifaðu niður það sem þú getur þakkað fyrir. Við höfum svo óendanlega margt að þakka fyrir. Bara vera hérna, bara vera á lífi er eitthvað sem við getum þakkað fyrir. Og það að hafa húsnæði og allt þetta. Þetta eru hlutir sem við getum þakkað fyrir. Og við getum þakkað fyrir að þekkja Guð. Fyrir hann elskaði okkur á undan okkur og hann gefur okkur lífið með sér. Og þegar við skoðum máli heiðarlega höfum við svo mikið að þakka fyrir. Og spurningin er bara þessi, hvernig fólk viljum við vera? Viljum við vera fólki sem er alltaf kvart yfir öllu? Eða viljum við vera fólk sem lifir í þakklæti? Erum auðuga þakklátt semi? Viljum við vera eitt af þessum 10 sem fengur lækningu og komum aftur og segjum takk? Verum sá aðili. Verum þakklátt.
Og kannski ert á þeim stað í dag að þú ert ennþá ekki búin að upplifa þetta þakklæti til Guðs. Þú er ekki kynnst honum, þú veist ekki alveg hvað þú ert með það allt saman. Af hverju ætti ég að þakka Guði? Og mér langar að segja við þig að í Rómverjabréfinu kafla 3, 23 stendur: allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það er ég og þú höfum gert hluti sem hafa fjarlægt okkur frá Guði. Komið í veg fyrir að við getum átt að samfélag við Guð, en Jesú kom og hann gaf líf sitt fyrir þig og fyrir mig, til þess að við mættum lifa, til þess að við þyrftum ekki að taka sjálf út sektina fyrir okkur. Og Guð þráir að koma og mæta þínu lífi. Hann þráir að þú fylgir honum og hann fá að eigna samband við þig. Og okkur býðst fyrirgefning Guðs. Hún er ókeypis, hún er í boði hér og nú fyrir þig og mig. Og ég hvet þig sem hefur aldrei upplifað það áður að taka og bjóða Jesú Kristi inn í líf þitt, gera hann að leiðtoga lífstíns og ganga með honum og lifa í öllu því sem hann hefur fyrir þig. Og ef þú ert á þeim stað í dag, að þá er tækifærið í dag. Jesú er hér og hann er hér fyrir þig og hann vil gera líf þitt betra. Líf okkar breytist þegar við göngum með honum. Að þá upplifum við nýtt líf. Líf sem það er jafn mikið erfiðleikum, en ný leið til þess að takast á við þá. Og mér langar að biðja okkur öllum að lúta höfði núna. Og eftir augnablik ætlum við að biðja saman. En ef þú ert hér í dag og þú er ekki tekið á móti Jesú Kristi, þá langar mér að bjóða þér að lyfta upp hendinni núna. Og ef þú vilt taka þessa ákvörðun að gefa Jesú Kristi lífið þitt, að þú getur rétt upp hendina núna og síðan munum við öll biðja saman. Halleluja. Amen. 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 Við skulum biðja. Faðir, og hafið bara eftir mér. Faðir, ég þakka þér fyrir að þú gerðir allt fyrir mig. Ég þakka þér fyrir að þú sendir Jesú Krist til þess að deyja fyrir mínar syndir. Og viltu fyrirgefa mér allt það sem ég hef gert rangt. Viltu hjálpa mér að ganga með þér. Og ég þakka þér fyrir að þú elskar mig án skilyrða. Nú vil ég bara fá að fylgja þér. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og það er Jesú Kristur sem elskar okkur. Og hann þráir samfélag við því. Og ég hveti til þess að gera alvara úr samfélaginu Guð. Fylgja honum og tengjast honum. Og ef þú ert heima og þú hefur tekið þessa ákvörðun heima að fylgja Jesú Kristi, hveti ég til þess að tengjast kirkju og ganga í þessu samfélagi við Guð. Mér langar að biðja lofgjörun að koma hérna upp núna. Við ætlum að enda á að syngja saman. En ef þú ert hér í dag og þú þráir fyrirbæn, það er aðstæður í þínu lífi sem þú þráir að Guð mæti og leysi og grípi inn í, að þá hér inn í hliðarsalnum er hópur af fólki sem er tilbúið að koma og biðja fyrir þér. Og biðja fyrir þínum kringumstæðum. Og hvað sem við gerum, lifum í þakklátsemi. Teljum blessanir okkar og munum hvað það er sem hann hefur gert fyrir okkur. Amen.
Og með þetta göngum við inn í nýja viku, höfum óendanlega margt að þakka fyrir. Það var stór vika í lífi okkar fjölskylduna síðasta vika. Það fæddust tvíburar, gekk alveg ótrúlega vel og það er ekkert sjálfgefið, það vitum við úr okkar eigin sögu. Við erum svo þakklát Drottni fyrir allt. Drottinn bless ykkur og við höldum áfram samfélaginu hérna niðri. Þar er hlaðið borð og nóg af sætum fyrir okkur og getur notið þess að eiga þetta yndislega samfélag sem að kirkjan og systkin okkar bjóð upp á. Takk fyrir samveruna og Guð veri með ykkur í Jesú nafni. Amen. Það er komið að lokum þessarar útsendingar og eins og kom svo vel fram hjá honum Aroni, þá erum við stundum að láta alls konar hluti hafa áhrif á líðan okkar sem draga okkur niður, hluti sem í rauninni skipta svo litlu máli. Þegar við förum að hugsa allt sem við getum verið þakklátt fyrir í lífinu, þá eru það miklu fleiri hlutir heldur en hinir sem við látum eyðileggja fyrir okkur. Þannig ef þú ert á þeim staði í dag að þér kannski líður ekki vel og þú ert að hugsa allt það sem hvílir á þér og allt sem getur rænt þig gleðinni, teldu upp allt það góða sem Guð hefur gert fyrir þig, allt sem þú getur verið þakklátur og þakklátt fyrir og sannaðu til, gleðin kemur. Gleðin kemur með þakklætinu. Ég ætla að biðja fyrir þér rétt áður en við ljúkum þessari útsendingu. Drottinn, ég þakka þér fyrir alla þá sem eru að horfa á þessa útsendingu eða hlusta á hana. Ég bið þig fyrir einum og sérhverjum að þú opnir augu fyrir okkur öllum, fyrir því sem við getum verið þakklátt fyrir öllu því góða sem hefur gerst í lífi okkar og gefð okkur líka trú á að það eigi margt gott eftir að gerast. Ég bið þig Drottinn að þú fyllir okkur af gleði, þú fyllir okkur af þakklæti og þú hjálpir okkur að horfa á jákvæðu hliðarnar á lífinu en ekki þær neikvæðu. Og ég bið Jesús verði þinn vilji í lífi allra þeirra sem eru að horfa á þessa útsendingu eða hlusta á hana. Í Jesú nafni. Amen. Ef þú hefur aldrei talað við Guð, bara svona eins og ég var að tala við hann núna, þá skora ég á þig að gera það. Þegar þig líður ekki vel eða þegar eitthvað bjátar á, þó að þú sjáir hann ekki, þá sér hann þig. Hann er alltaf hjá þér og hann er alltaf viljugur til að hjálpa þér. En næsta útsending frá Fíladelfíu verður eftir viku, klukkan 11 næsta sunnudag. Verið velkomin að fylgja okkur eftir þá. En ef þið mögulega komist í kirkjuna, þá erum við að Hátúni 2 og þið eruð innilega velkomin. Við kveðjum að sinni frá Fíladelfíu, verið sæl.